Komið sæl, ég heiti Sveinn og ég er líka alkoholisti svo. En ég fór með í þessa frægu göngu, en ekki rosalega ljósið vott stílur. Það sem að ég hef bara 3 mínútur á allir að hlaupa að sér þetta. Við fengum á okkur holskeflu af hótunum og það var allt reynt að gera til þess að eyðileggja mannorð átegna félaga okkar og það er misjafnt hvað menn eru herðabreiðir og sterkir en það var farið ansi langt, skal ég segja ykkur. Það endaði hjá sumum að þeir misstu vinnuna. Það var forræðismál og ýmislegt og við ólíkindum hvað var gert. En hér eru við enn í dag. Og það besta er að það er komin enn sterkari hugmynd að það fari konur af stað sem er alveg og ég konur það væri geggjað að sjá 30-40 konur fara niður í bæ. Einn er kennari, einn hjúkrunarfræðingur, einn er prestur. Ég ætla að vera prestur. Já, það sjáum við. Þetta er kalt. Þannig að ég með líka reynt að koma inn á einn. Við fengum líka að heyra ótrúlega sög af því sem gekk á. Ég ætla að segja frá 2. Einn er maður, framkvæmdastjóri í stóru fyrirtæki. Hann hafði skoðanir og fyrirtæki hans var í ákveðnum rekstri sem að fór gegn Palestínumönnum. Og hvað var gert? En það er ekki talað þetta eins og við segjum. Það var hjólað í hann, það var laminn til óbóta. Og ég er ekki að taka einhverja kjaftasögu kannar. Ég er búinn að sjá þetta á myndum og tala við viðkomandi, en þó er hann að stíga fram. Nei, aldrei. Það var laminn svo illa, að mér blöskaði. Fjölskyldunni hans var hótað. Það var sett lak og fengið rauð málning. Við rýmum til hvaða rauða málningi kemur. Og hann var sprett á, svo sama var á utanríkisráðuneyti. Og rauða málningi var sett svona af börnum utan á húsið hans. Og það var sett svona lak með blóðrauðum lit og hann var kallað barnamorðing. Og hvaðan haldið þetta komið? Það er hópur sem kallast Ísland-Palestína. Sem steinheldur kjafti núna þegar við erum að horfa fram á og reynt að þagga niður það séu snarvitlausir menn úti og þeir hóta að drepa. Það er bara hann. Og það er næsta stig. Við erum bara að horfa fram á. Og hinn sagan er að það er hópur af mönnum sem koma sér fyrir, það eru múslimar, og það er bíll sem er í hverfinu, þetta er ákveðin hverfi, og þessi bíll er notaður til þess að nauðga stúlku. Þetta er svo alvarlegt. Það er búið að benda á ýmsa möguleika og foreldrar hafa talað þetta, hafa bent á það. Við erum með sannanir fyrir því. Og við erum líka með sannanir fyrir því miður, því það er rosalega erfitt að horfast auðvitað við það. Ég kem bara á þannig umhverfi í sambandi við löggæslu og annað að lögreglan skuli hunsa. En þess að gott dæmi annað þegar við vorum niður á hvað kallaði þetta aðalstræti, að þá fengum við lögreglumenn á staði sem sýndu okkur allan skilning og allt var tekið upp á Google-myndavél og annað. En leið og RÚV tók við, þá sneru þeir öllu við og fjölmiðlarnir fá þetta plattform til þess að ganga frá. Þannig að ég hvet ykkur og konur hérna, er þið til að standa upp konur, til að sjá hversu margar það er hérna. Er þið til í það? Þeir eru rosalega góður að pelja einu fræni. Þið sáu þið, ef þið farið 50 hérna niður í bæ, skoðið það. Er þið til í þetta? Skoðið það. Geggjað. Takk fyrir mig.